förum við í næsta lið á dagskrá og komið að tveimur tillögum sem lagðar eru fram af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og hefur verið óskað eftir að þær verði teknar til umræðu samtímis. Það liður 3 og 4 og forseti hefur ákveðið að verða við því að hér annars vegar tillaga viðbrögð vegna veikinda starfsmanna og hins vegar tillaga annars vegar tillaga aukið gagnsæi við ráðstöfun almannafjár og hins vegar tillaga að auka gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og að bæta upplýsingamiðlun til almennings. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon tekur fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að mæla hér fyrir tveimur tillögum frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Mjög góðar tillögur, þó ég segi sjálfur frá, og báðar snúast þær að auka gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og bæta upplýsingamiðlun til almennings. Ég held að sé kunnara heldur en frá þurfi að segja að stjórnsýslan okkar gæti verið mun skilvirkari og gagnsærri heldur en hún er. Við fáum oft kvartanir frá almenningi að þeir viti ekki alveg hvað við erum að ráðstafa fjármunum skattgreiðenda í. Kemur kannski meðal annars til að því að þetta eru miklir fjármunir sem fara hendur okkar í einni annarri mynd. Við getum allir borgarkerfið sé ekki farið með öllu að slaga upp í 140–150 milljarða. Þannig að það mörg hólan og bæði almenningur, líka fjölmiðlamenn sem að fjalla okkar störf. Þeir kvarti við því að þetta sé ekki nógu gagnsætt. Og ég get alveg tekið undir það að svo sé. Og svo vitum við auðvitað að þar sem menn ekki nægilega upplýstir, þar getur síðan kviknað tortryggni að eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Og sem betur fer þá kemur miklu oftar fram grunur eitthvað misjafnt heldur en síðan sannast. Oft tekst að eyða misskilningi eða grunum eitthvað bara með því að leggja honum upplýsingarnar. Og þá það sjálfsögðu öllum í hag að það sé auðvelt að nálgast upplýsingarnar, en almenningur venjist því ekki einhvern veginn að þetta hérna sé kerfi sem sé mjög nýst á upplýsingar og það þurfi helst að toga þær út með töngum. Og þetta auðvitað bara allir að vera sammála og eru það til í orði í kveðinu, en síðan þegar kemur að því að liðka til og auka þetta upplýsingaflæði, þá því miður á undanförnum árum mér finnst ekki hafa gengið nógu vel. Og á síðasta kjörtímabili þá lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram nokkrar tillögur sem sneru að því að auka aðgang almennings að upplýsingum störf borgarstjórnar. Og við tókum sérstaklega á því að varðandi fundargerðir borgarinnar. Ég held að við höfum flutt 2 tillögur þá síðasta kjörtímabili, aðra í borgarráði árið 2011 og síðan í árið 2012. Tillögur að auka gagnsæi í stjórnsýslunni með því að birta gögn sem formlega eru lögð fram á fundum nefnda og ráða borgarinnar á netinu ásamt fundargerðum og gera því þannig aðgengileg almenningi. Og við lögðum til að hér embættismönnum í kerfinu yrði falið að semja tillögu að reglum sem tryggði að slík birting gagna byggðist á málefnalegum forsendum í samræmi við stjórnsýslulög, upplýsingalög og lög persónuvernd. Við sem sagt viljum koma sem flestum upplýsingum á netið störf okkar, en við vorum ekki að tala neina svona persónulegar upplýsingar, ekki upplýsingar laun einstakra starfsmanna eða bætur eða eitthvað svona viðkvæm málefni eða persónuleg málefni. Síðan lögðum við einnig fram tillögu, og það var árið 2012, tillögum að upplýsingar allar kostnaðargreiðslur borgarinnar yrðu gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á netinu. Og lögðum til að skipa starfshópur til að vinna að málinu og skila tillögum hvernig staðið að slíku verkefni fyrir þá 15. mars 2013.
til að útskýra þá hugmynd betur, þá get ég sagt að eins og var farið yfir á þeim tíma, að mörg sveitarfélög víða heim og heilu ríkin og Evrópusambandi líka hafa stigið stór skref í að veita almenningi, skattgreiðendum nákvæmar upplýsingar meðferð almannafjár. Þessar upplýsingar eru settar á netið og það eru komið fram mörg forrit sem beinlínis þýða upplýsingarnar úr flóknum bókhaldsforritum og þýða þetta yfir á viðmót sem snýr að almenningi og gerir þessar upplýsingar mjög auðskiljanlegar. Og þetta er hægt að gera jafnóðum með mjög ódýrum og áreiðanlegum hætti. Það á þetta að vera sjálfsagt að skattgreiðendur fá að vita frá tíma til tíma eða á rauntíma hvernig þeirra fé ráðstafað og víða heim hafa verið þróaðar svokallaðar gagnsæisgáttir sem við leyfum okkur að kalla þetta eða á ensku transparency portals og þá sjá skattgreiðendur smáatriðum hvernig farið með fé þeirra. Þannig verða upplýsingar greiðslur hins opinbera vegna kaupa vörum og þjónustu öllum tiltakar en ekki einungis opinberum embættismönnum. Með því að setja opinber útgjöld þannig undir smásjá almennings og fjölmiðla er líklegt að meðferð opinber fjár batni og verulega dragi úr hvers konar eyðslu og jafnvel spillingu og svindli í kerfinu ef það er að ræða. Og með þessu er líka alveg ljóst að þegar allir sjá á rauntíma hvernig fénu er varið þá geta stjórnvöld ekki lengur falið eyðslu til ákveðinna gæluverkefna ef það hefur verið að ræða og myndi þá í mun ríkari mæli þurfa að standa reikningsskil gerða sinna. Kostnaður við einstök verkefni getur verið sundurliðaður og þannig veginn og metin. Smám saman mun verkefni sem ekki standast slíka skoðun fækka og slíkt verður að skattgreiðendum að sjálfsögðu til gæfu. Og það var gert ráð fyrir því í þessari tillögu að það er kannski miðað við einhver lágmarksupphæð. Það er kannski ekki verið að tala að setja allar smæstu upphæðirnar beint á netið en við erum að tala kostnaðargreiðslur og svo er þetta búið sér til eitthvað viðmið í því samhengi hvort sem það verða þá kannski 100 eða 200.000 krónur. Bandarísk stjórnvöld eru sennilega lengst komin í miðlun slíkra fjárhagsupplýsinga til almennings. Alríkisstjórnin í Washington er komið mjög langt með að birta á netinu upplýsingar öll útgjöld sem eru yfir ca. 3 milljónum króna. 40 ríki í Bandaríkjunum veita upplýsingar með svipuðum hætti og sum þeirra birta jafnvel alla reikninga á netinu án lágmarksupphæðar. Talið er að milljónir bandaríkjadala spærist árlega í kjölfar ábendinga sem borist hafa frá almenningi og fjölmiðlum vegna bætts aðgangs á upplýsingum. Rekstur slíkra upplýsingakerfa þykir einnig hafa gefið mjög góða raun hjá Lundúnaborg og Evrópusambandinu. Víðast hvar þar sem upplýsingakerfi eru starfrækt með þessum hætti, þá hafa þau notið vinsælda hjá almenningi. Sem dæmi má nefna að í Missouri fékk gagnsæisgáttin rúmlega 15 milljónir flettingar á fyrsta starfsárinu eða tæplega 3 á hvern íbúa ríkisins. Og það hefur komið mörgum á óvart sem eru vanir að taka við kostnaðarreikningum vegna hugbúnaðar hjá hinu opinbera. Það hefur komið mönnum á óvart að kostnaður við uppsetningu og rekstur gagnsæisgátta hefur ekki verið mikill. Uppsetning gagnsæisgáttar alríkisstjórnarinnar í Washington er talin hafa kostað undir 1 milljón bandaríkjadala á sínum tíma eða 120 milljónum króna. Gagnsæisgátt Texas ríkis, eins stærsta og fjölmennasta ríkis Bandaríkjanna, kostaði 50 milljónir króna en talið var á fyrsta árinu sem þessi síða var starfrækt þá hefði hún sparað fylkissjóðnum vel yfir 1 milljarð króna með aðgerðum sem leiddi til og gripið var til í kjölfar ábendinga. Í Nebraska kostaði uppsetning gáttarinnar 3,7 milljónir króna, var reynda með mjög ódýr. Og í Oklahoma kostaði uppsetningin innan við 1 milljón króna. Þannig við sjáum það ef við horfum á þessi fjölmennu ríki í Bandaríkjunum, þá á kostnaður ekki vera fyrirstaða við að koma upp slíkri gátt og svo vitum við auðvitað að þegar þetta er komið að stað þá er þetta að þróa þetta áfram þannig að þetta verði smám saman þjálla og betra. Allt þetta ræddu við sem sagt allt þetta ræddu við 2012 varðandi tillögu gagnsæisgáttina og það vildi svo vel til að sú tillaga var samþykkt einróma hér í sal borgarstjórnar. Allir voru tilbúnir að samþykkja tillöguna og
sem var auðvitað mjög ánægjulegt að samstaða skyldi nást hana. Nú í þessari tillögu var beinlínis kveðið á að borgarráð skyldi skipa starfshóp til að vinna málinu og skila tillögum hvernig staðið að því, svona í smáatriðum fyrir 15. mars 2013. En skemmst frá því að segja að það var ekki gert. Tíminn leið og beið og þrátt fyrir ítrekanir og áminningar af hálfu okkar sjálfstæðismanna þá var þessi starfshópur ekki skipaður. Það hefur verið gert ráð fyrir því að pólitískir fulltrúar eru skipaðir í hann, en það var ekki gert. Rétt fyrir 15. mars þá gerðum við athugasemd það að það var ekki einu sinni búið að skipa hópinn sem átti að skila af sér eftir nokkra daga og var þá brugðið við á fundi borgarráðs þarna kringum 15. mars 2013 og hópi embættismanna falið að vinna verkefninu. Og skemmst frá því að segja að það hefur lítið gerst. Þessir embættismenn hafa skoðað þetta. Ég hef fengið nokkrar kynningar hjá þeim hvað máli stendur, hvað þeir eru að skoða og þeir eru allir að vilja gerðir. En auðvitað fara okkar góðu embættismenn svona eftir því hvar þeir finna þrýstingin hjá þeim sem hér ráði í ráðhúsinu, þar að segja fulltrúa meirihlutans og kannski í þessu tilviki þáverandi fulltrúa borgarráðs Degi B. Eggertssyni sem því miður farin úr salnum undir þessari umræðu. En það tókst ekki betur en þetta. Ég hef reynt að fylgja málunum eftir og minna stöðugt á það. En fann ég að á síðasta kjörtímabili þá var ekki þrýstingur af hálfu meirihlutans sem þá satt til að vinna verkið og ég veit ekki alveg af hverju. Og ég held hins vegar að þetta hefði ekki þurft langan tíma til að komast til framkvæmdar en það bara gerðist ekki. Nú þess vegna bindum við vonir það að sá meirihluti sem nú situr, hann verði skilningsríkari í garð málsins og ekki síst vegna þess að einn þeirra flokka sem stendur að meirihlutanum sem eru Píratar og borgarfulltrúi þeirra, Halldór Auðar Svansson, lögðu mikla áherslu á þetta mál í kosningabaráttunni. Þetta var eitt helsta mál þess flokks og ég þykist vita að sú áhersla sem er í nýjum samstarfsáttmála á upplýsinga- og lýðræðismál hjá meirihlutanum sé hljóti að töluverðu leyti að vera runnin undan rifjum þessa borgarfulltrúa og þessara ágætu samtaka. Og svo ég fjalli líka hitt málið varðandi tillögu okkar eða tvær tillögur okkar frá síðasta kjörtímabili það að fundargerðir borgarráðs og annar ráða ásamt fundargögnum er settar á netið. Þá voru þær tillögur ekki samþykktar. Við lögðum fyrst fram tillögu í borgarráði 2011 og hún fór ykkur að frestun. Síðan settum við þetta fram í borgarstjórnar 2012 og þá var samþykkt að tilhlutan meirihlutans að vísa tillögunni til borgarráðs þar sem hún fór þá líka undir örugga verkstjórn Dags B. Eggertssonar og síðan lenti þetta bara allt í töfum. Og ég man eftir á sínum tíma bæði þegar að við lögðum fram tillögunni í borgarráði og borgarstjórn þá höfðu fulltrúar meirihlutans mörg orð uppi það að í rauninni var óþarf að flytja þessar tillögur vegna þess að þetta mál væri allt í farvegi og þetta væri alveg að fara að gerast. Þetta væri alveg að fara að gerast og var jafnvel gefið í skyn að Sjálfstæðisflokkurinn væri með einhverjum hætti jafnvel að reyna að eigna sér heiðurinn af þessari byltingu í upplýsingatækni sem þáverandi meirihluti vera að beita sig fyrir. Þess vegna væri ekki hægt að samþykkja tillögur okkar vegna þess að þetta væri alveg að fara að gerast. Þetta væri bara spurningum eitthvað að maður sá fyrir sér spurningum einhverja daga eða vikur. En það var með þetta eins og hitt góða málið að þegar þetta var komið allt í hendur borgarráðs og undir verkstjórn formanns borgarráðs á þeim tíma, þá bara tafðist þetta lón og dón án þess að skýringar fengjust á því. Og það sem þetta gerist og það sem gerist á þessum tíma er það að mörg sveitarfélög fóru fram úr okkur í upplýsingatækni, sveitarfélög hérna á Íslandi, sveitarfélög bara í Evrópu sem við að sjálfsögðu viljum miða okkur við og við sjáum það til dæmis þegar að við förum inn á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar
það var sambærileg tillaga samþykkt svipað leyti það að fundargögn færu á netið ásamt fundargerðunum og þar sjá að þar hefur orðið ákveðin bylting. Í mörgum tilvikum við getum núna farið á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar og farið í fundargerðir nefnda og ráða og séð undirgögnin þar undir. Þetta er ekki flókimál í framkvæmd, þetta er ekki kostnaðarsamt. Þetta hvort er gert fyrir okkur borgarfulltrúana þegar við fáum senda heim dagskrá mála, þá þetta hvort er hlekkjað fyrir okkur við fundarbóðin og það að sjálfsögðu ekki mikið mál að gera þetta við fundargerðina heldur. Og langflest mál sem við náttúrulega fjöllum í okkar nefndum og ráðum, langflest mál eru þannig sem opinber með þeim hætti að það er hægt að fá upplýsingar þau og auðvitað kemur líka fyrir að við meðhöndlum trúnaðarmál en þá er auðvitað ekkert mál að sjá til þess að þau fari ekki á netið. Það snýst vilja og að skapa eitthvað gott vinnulag í kringum þessa hluti. Og þar með þetta eins og hitt að ég gerir mér sjálfsögðu vonir það að nýr meirihluti hann gerir skurk í þessum málum og rauninni framfylgi loksins löngu framkomnum tillögum okkar sjálfstæðismanna í þessum málum og gerir mér góðar vonir að það verði gert þá undir þá væntanlega verkstjórn Halldórs Auðars Svanssonar. Við það var fundur í stjórnkerfis- og lýðræðisráði í gær og þar ræddum við þessi mál og ég skynjaði þar mikinn og einlægan vilja formanns til að láta þetta ná fram að ganga. Það skiptir auðvitað ekki öllu máli í þessu sambandi að við sjálfstæðismenn eftir sem áður við teljum náttúrulega stofnun þessa ráðs hafa verið hreinan óþarfa. Þetta ráð var stofnað í einhverju samningaviðræðum að hrossakaupum með myndun nýs meirihluta og þarna auðvitað verið að stækka báknið sem við sjálfstæðismenn höfum gagnrýnt þannig að við auðvitað tókum ekki þátt í því en nú þetta ráð komið og þá náttúrulega höfum við mikinn og einlægan vilja til þess að þá vinna vel að þessu máli undir merkjum þessa ráðs. Vonumst bara eftir því, við sáum fyrir okkur þetta á síðasta kjörtímabili að þetta unnið undir borgarráð og borgarstjórn. Við vonum að það tefi ekki málið því að þetta var sjálfsögðu ekki að þurfa að taka langan tíma. Og mér langar við þetta tækifæri með leyfi forseta til að kynna bókun sem við lögðum fram í stjórnkerfis- og lýðræðisráðinu í gær sem lýsir þróun mála og svo bókun svo hljóðandi. Í október 2012 samþykkti borgarstjórn einróma tillögu Sjálfstæðisflokksins að allar kostnaðargreiðslur borgarinnar yrðu gerðar almenningi tiltækar á netinu með svipuðum hætti og gert hefur verið víða erlendis. Í nóvember 2012 lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að gagnsæi yrði aukið í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar með birtingu gagna á netinu sem formlega eru lögð fram á fundum nefnda og ráða borgarinnar og þau þannig gerð aðgengileg almenningi. Vegna slæmrar verkstjórnar meirihluta Samfylkingar og Bestaflokksins Gástriks Bjartrar framtíðar komust umræddar tillögur ekki til framkvæmda á síðasta kjörtímabili. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við þessi vinnubrögð og leggja þunga áherslu á að tillögurnar komist til framkvæmda sem fyrst. Og ég ætla einnig að nota tækifæri til að lesa þá upp þessar tvær tillögur sem liggja fyrir sem ég vonast að sjálfsögðu eftir að fái hér góðar viðtökur hjá nýjum borgarstjórnar meirihluta og verði settar í framkvæmd sem fyrst. Annars vegar fyrir tillagan hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að upplýsingar allar kostnaðargreiðslur borgarinnar verði gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á netinu. Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar falið að skila tillögum hvernig staðið verða slíku verkefni fyrir 16. nóvember næstkomandi. Og seinni tillagan hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að auka gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar með því að birta gögn sem formlega eru lögð fram á fundum nefnda og ráða borgarinnar á netinu ásamt fundargerðum og gera þau þannig aðgengileg almenningi. Skrifstofu borgarstjórnar falið að semja tillögu að reglum sem tryggi að slík birting gagna byggist á málefnalegum forsendum í samræmi við stjórnsýslulög, upplýsingalög og lög persónuvernd fyrir 16. nóvember næstkomandi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnúsinni fyrir að rekja sögu þessara tveggja mála. Þetta var nokkuð greinagott og eins og hann kom inn á áðan þá tillagan
gagnsæi í fjármálum borgarinnar. Þetta var allt saman tekið fyrir á fundi stjórnkerfis- og lýðræðisráði í gær. Við fengum þarna kynningu á skýrslu starfshóps sem að borgarstjóri skipaði til að fara yfir málið. Þar sem að eru nefndar leiðir sem að eru mögulegar til að fara í þessu og þar nefndarmönnum lok þess þá eitt sem að hann Kjartan gleymdi nú að nefna var, fyrirgefið borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gleymdi að nefna, var að ráðið samþykkti einróma tillögu sem svohljóðandi, með leyfi forseta. Með hliðsjón af skýrslu starfshóps tillögur útfærslu og innleiðingu gagnagáttar fjármál Reykjavíkurborgar felur stjórnkerfis- og lýðræðisráð fjármálaskrifstofu að framkvæma kostnaðarmat á opnun á hrákögn fjármál borgarinnar annars vegar og rafrænni gagnagátt fjármál borgarinnar hins vegar. Stjórnkerfis- og lýðræðisráði verði haldið upplýstu framgang mála. En nú ég vissulega ekki ætla honum að hafa láðst að nefna þetta vísvitandi. Hann náttúrulega fór yfir þetta að mestu leyti á mjög nákvæman hátt og fram hjá honum kom svo einlega von að málið væri núna í ásættanlegum farvegi og vilji væri fyrir því að vinna því hörðum höndum. Þannig að út frá þessum að sjá að málið er í þeim farvegi að tillögur hafa verið mótaðar og næsta skref að vinna kostnaðargreiningu sem að verður lögð fram fyrir stjórnkerfis- og lýðræðisráð og vissulega það einnig vilji ráðsins og sérstaklega mín sem formanns að halda borgarstjórn og öðrum áhugasömum upplýstum eins og vilji til framvindu þessa mála og annarra. En miðað við þessa stöðu mála og miðað við að tillagan efnislega eins og önnur sem að hefur verið borin upp og samþykkt einróma í hér í borgarstjórn áður, legg ég til að snyrtilegast væri að þetta fengi þá málsmeðferð að því væri hreinlega vísað frá. En auðvitað með þeim skilningi að þetta nokkuð sem að í nákvæmlega þeim farvegi sem farið fram og að það fari í og gott betur. Og samhliða því þá vil ég hér leggja fram bókun að hálfu meiri hluta samfylkingar Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna sem svohljóðandi. Tillagan efnislega eins og tillaga sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar þann 2. október 2012. Út frá þeirri tillögu skipaði borgarstjóri starfshóp útfærslu og innleiðingu gagnagáttar fjármál Reykjavíkurborgar með erindisbréfi þann 13. mars 2013. Sá hópur hefur skilað skýrslu þar sem lagðar eru fram tillögur að útfærslu og innleiðingu gagnagáttar fjármál Reykjavíkurborgar. Sú skýrsla var kynnt á fundi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs þann 15. september 2014. Í kjölfar þess samþykkti ráðið að fela fjármálaskrifstofu að framkvæma kostnaðarmat á opnun á hrákögn fjármál borgarinnar annars vegar og rafrænni gagnagátt fjármál borgarinnar hins vegar. Málið því nú þegar í því ferli sem sú tillaga sem hér liggur fyrir kveður á að það fari í og gott betur. Þá hef ég lokið lestri bókunarinnar en vil taka fram í kjölfarið að mínar hugmyndir í þessum efnum eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon rakti hér og hefur rakið áður eru að mörgu leyti svipaðar. Ég hef góðan skilning af hans sjónarmiðum og þær samrýmast ágætlega mínum eigin. Og ég hef allan áhuga á því að vinna þessu þarfaverkefni framgöngu. Þegar komið yfir í þá tillögu í 4. lið opnun á fundargögn, þá hún vissulega efnislega eins og tillaga sem samþykkt hefur verið áður, en hún hefur ekki farið til formlegrar meðferðar hjá stjórnkerfis- og lýðræðisráði og því legg ég til þá málsmeðferðar tillögu að tillögunni verði vísað til umfjöllunar þar. En get samhliða því upplýst að nú þegar verið að vinna á vegum upplýsingatæknideildarinnar á ákveðnu kerfi sem að ætlað að gera fundargögnin aðgengilegri borgarfulltrúum og við erum ákveðin tilraunadýr fyrir þessu innan stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og skilst ykkur ákveðnir aðrir starfsmenn eru að nota þetta og sjá hvernig það virkar og almenn innleiðing skilst mér að muni fara fram í október
og í kjölfar þessa ætlunin að útvíka þetta þannig að aðgengi almennings að þessum gögnum verði einnig betra. Og þetta auðvitað í samræmi við það verkefni sem liggur líka fyrir að móta heildarsýn í aðgengismálum að skjölum af þessu tagi. Og samhliða þessu ætla ég að fá að leggja fram bókun að hálfu meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna sem svo hljóðandi. Nú þegar í þróun innan upplýsingatæknideildar kerfi sem ætlað að gera fundargögn aðgengilegri í samræmi við tillögu Sjálfstæðisflokksins að auka gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og bæta upplýsingamiðlun til almennings. Stjórnkerfis- og lýðræðisráð mun fylgjast grannt með framvindu innleiðingar þess kerfis og móta stefnu í aðgengi að fundargögnum til lengri tíma. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Halldóri Auðari Svanssyni, borgarfulltrúa, fyrir þessa ræðu og góð orðurinni til þess anda sem þessar tillögur eru fluttar í. En við getum vel fallist á varðandi tillöguna hrágögnin að henni sé vísað til lýðræðisráðs og rædd þar. Mér finnst í rauninni ekkert að því að vísa fyrri tillögunni líka þangað í stað þess að vísa henni frá. Það alveg rétt að þessi tillaga hefur verið flutt áður og hún hlautar ákveðna meðferð, hún var þá samþykkt og í ljósi þess má eftir rökstyðja að frávísun gæti átt við. En við teljum fulla ástæðu við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til þess að flytja hann aftur vegna þess að hún hlaut ekki þann framgang sem var samþykktur í borgarstjórn. Þegar hún var samþykkt í borgarstjórn fyrir tæpum 2 árum þá voru tímamörk á tillögunni. Það skyldi liggja fyrir ákveðnar tillögur fyrir 15. mars 2013 sem lágu ekki fyrir og hún var svona tekin í borgar og það var bara tafin og það var alveg augljóst að þáverandi borgarstjórnar meirihluti, hann hafði bara ekki áhuga á þessum málum, því miður. Það má stundum líka því þegar við í hinu svokallaða minnihluta leggjum fram tillögu sem til bóta horfa, þá hefst stundum einhver leikur sem á líka við veiðimennsku, snýst að þreyta lax. Þarna dæmi góð mál sem við leggjum fram, minnum á þau, leggjum öðru tilvikinu lögum fram tillögu tvisvar, en þau fara einhvern veginn fram og aftur borgarkerfið, það eru embættismenn látnir skoða þau. Ég hef fengið held ég nokkrar kynningar á þessu máli og það var alveg ljóst þegar ég fekk þá fyrstu kynninguna eftir að embættismenn höfðu litið á þetta að þetta var ekkert stórmál, tæknilega lausnir voru til. Ég held að menn hafi nokkurn veginn gert sér grein fyrir kostnaðinum. Það hægt að gera þetta fyrir frekar litlar fjárhæðir og hægt að taka þetta bara inn í fjárhagsáætlun næsta árs. En síðan bara leið og beið og ekkert gerðist og ég held ég hafi getið þess á fundi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs í gær þegar við tókum þessa tillögu fyrir að óska eftir að hann væri tillaga kostnaði metin. Ég held að sé löngu búið að kostnaði meti þetta þó það hefði ekki verið gert formlega og mér finnst þó við samþykktum þetta því að við vildum ekki vera auðvitað sakara á tefjamáli, þá fannst mér svolítið þegar að tillagan kom fram í gær að það var þarna verið að taka mál og gera eitthvað sem væri búið að gera, hefði löngu verið búið að gera að vísa henni í eitthvað kostnaðarmat sem tekur auðvitað líka tíma. En allt að einu, þá ekki skal ég efast einlægan áhuga borgarfulltrúa Pírata á að þetta mál nái fram að ganga og eins og segi við föllumst á að annarri tillögunni sem vísast til lýðræðisráðs, stjórnkerfis- og lýðræðisráðs, ég held að við getum fallist á að þeim báðum væri vísað þangað þá í trausti þess að
þetta mál verið svolítið tekið upp arma ráðsins og þá komið í gegnum kerfið því að það hefur sýnt sig að núverandi borgarstjóri hefur ekki haft mikinn áhuga á framgangi þess. En mér finnst svolítið stílbrot að vísa málunum frá. Við erum einmitt að rauninni endurflytja báðar þessar tillögur vegna þess að það hlut ekki framgang á sínum tíma og erum þess að taka þær upp á nýju kjörtímabili. Þannig að helst ég held að færi vel á því að samþykkja þær báðar. Ef að mönnum líst ekki á samþykkja þær þá að minnstakosti að vísa þeim báðum til stjórnkerfis og lýðræðisráðs. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri hv. óskar til að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Það er ánægjulegt að þessi í raun 2 mál séu hér til umfjöllunar í dag. Í raun bara hálfum mánuð eftir að hér var haldið fram í þessum sal að verkefni stjórnkerfis og lýðræðisráðs væru það lítil og lítið fjöllega þyrfti eiginlega ekki að efla það og styrkja. En nú kveðum við nýjan tón. Ég vil bara hvetja stjórnkerfis og lýðræðisráð til að halda áfram þessari vinnu. Ég ætla ekki að elta ólar við innihaldslausar fullyrðingar minn hug í þessu efni. Hann þekki allir sem hafa fylgst með. Ég leiddi nú uppbyggingu á rafrænu Reykjavík og endurskoðun á vef borgarinnar á sínu tíma og hef komið að ýmsum umbótaverkefnum í rafrænni stjórnsýslu. Leiddi stjórnkerfisnefnd á síðasta kjörtímabili sem einmitt fékk þessa skýrslu inn í upphafi þessa árs og fjallaði hana á mjög jákvæðan hátt. Núna er verið að taka þar upp þráðinn og ég bind mikla vonir við það því að þó ég hafi áhuga á þessu að þá treysti ég Halldóri Auðari Svanssyni og stjórnkerfis og lýðræðisráði ennþá betur til þess að vinna að þessum verkefnum og þess vegna eru þið velkomin þar og þess vegna var mikilvægt að styrkja ráðið eins og við erum að staðfesta með annarri atkvæðagreiðslu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar hér síðar á fundinum. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjórans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir þetta svar og hann skyldi koma inn í salinn til að taka þátt í umræðunni. Bara hnykkja á því að það er engin þversögn í því fólgin að við sjálfstæðismenn höfum ekki viljað styðja stofnun nýs ráðs í borginni og síðan þetta við berum þetta fram sem mun fara undir þetta ráð. Þetta mál er í sjálfu sér ekki mjög flókið í framkvæmd og ég held að sé ekki hægt að nota það sem einhverja réttlætingu fyrir því að það hefði þurft að stofna þetta ráð, alls ekki sérstakt ráð utan þetta mál. Borgarráð er engin vorkunn við að halda utan þetta mál eins og önnur. Það eru auðvitað margir málaflokkar sem borgarráð hefur með höndum, til dæmis fjármál borgarinnar, sparnaðarmál og margt annað sem væri auðvitað hægt að stofna hín á þessi ráðum, en það hefur ekki þótt ástæða til þess að hingað til hefur bara verið litið svo að borgarar ráði alveg við þetta. Og þegar við ræddum þessi mál á síðasta kjörtímabili og við rákum ítrekað eftir málunum við sjálfstæðismenn, þá fengum við það aldrei sem einhverja röksemd að það þyrfti að stofna sérstakt ráð til þess að koma þessu máli í framkvæmd. Þvert á móti var alltaf að tala að þetta geti tekið tíma og svona, en það var aldrei að tala annað en að borgarar réði við þetta. Og ég vona menn sig ekki að gefa í skyn að borgaráð ráði ekki við svona mál, þrátt fyrir að þeir tala núna um það að það þurfi sérstakt ráð að fjalla þetta. En ég vona minnst kosti að umræðan hér í dag verði til þess að það verði betur unnið að þessu máli hér eftir en hingað til og gerir mér reyndar vonir að svo verði, ekki síst vegna þess að það er alveg augljóst að Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi hefur mikinn áhuga á þessu máli. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar. Þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Ágæti forseti og borgarstjórn.
Ég ætla aðeins að fá að árétta og skerpa ástæðu þess að ég tel réttast að vísa tillögunni undir lið 3 hreinlega frá, af því þar segir orðrétt með leyfi forseta að fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar er falið að skila tillögum hvernig staðið verði að slíku verkefni fyrir 16. nóvember næstkomandi. Hins vegar eins og hér hefur verið rakið liggur nokkuð ljóst fyrir að fyrir liggja ákveðnar tillögur hvernig staðið verði að þessu verkefni og ekki hefur komið neitt fram að þessar tillögur séu að einhverju leyti óásættanlegar. Þannig að með því að samþykkja þessa tillögu eða vísa henni til meðferðar væri í rauninni verið að annarkvort verið að fara fram á tvítekningu á því sem nú þegar hefur verið gert, eða þá í rauninni bara verið að segja að það þurfa að gera eitthvað sem ekki þarf að gera, sem að vissulega er ákveðin þversögn. Og eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur rakið sjálfur, þá er fjármálaskrifstofan núna að framkvæma kostnaðarmat og henni er þá vissulega heimilt og samhliða því að útfæra tillögunar frekar eða gera hvað það sem að eðlilegt er talið að gera samhliða því til þess að skila af sér niðurstöðu sem að hægt er að taka skýra afstöðu til, og ég treysti henni fullkomlega til þess og sé enga ástæðu til þess að hálfpartinn lýsa yfir einhvers konar vantrausti á vinnu hennar í þessu máli hingað til og fyrirhugaðri vinnu með því að skerpa jafn formlega á þessari tillögu og hér er lagt til. Takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Þá er gengið til atkvæða tillögurnar. Komið hefur frá málsmeðferðartillaga að tillögu númer 3 verði vísað frá. Þeir sem að samþykkja þá málsmeðferð gefi merki. Sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það liður 4 og þar hefur verið lagt til að tillögunni verði vísað til umfjöllunar í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Þeir sem að samþykkja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt einróma. Þá